Þríhyrningurinn ABC er ekki rétthyrndur. Lengdin DC er 10. DC er þessi stubbur hér. Hornið B er 32 gráður. Hornið B er 32 gráður hérna. Og hliðin B er 27. Þetta er hornið B og þá er hliðin B hérna beint á móti. Hún er 27. Við vitum meira, við vitum að hornið A er 79,8 gráður. Nú, við erum að reikna hæðina á hliðina A, sem er þessi punktalína hér sem ég er búin að lita grænu að hluta, og svo ég finna hliðina C, sem er þessi hlið hérna beint á móti C-horninu, og ég er búin að lita hana hér gulu. Og þannig er að þetta eru þessi tveir þríhyrningar sem ég er búin að búa til, þessi litli hérna hægra megin og þessi stærri vinstra megin. Báðir eru með 90 gráða horn og ég veit tvær hliðar í þessum litla þríhyrningnum. Þá get ég nota Pýþagóras að finna þá þriðju, þessa hlið hér. Og leið að ég veit hana, þá veit ég tvær hliðar í þríhyrningnum hérna vinstra megin og get þá fundið út langhliðina hér líka með Pýþagóras. Nú, ef þú treystir til að halda áfram á einn spýtur, þá skaltu stöðva myndbandi hér og reikna dæmið, annars birtist lausnin hér eftir augnablik. Þríhyrningurinn ABC er ekki rétthyrndur. Lengdin DC er 10, hornið B er 32 gráður og hliðin B er 27. Mér er gefið upp líka hornið A sem er 79,8 gráður, en það er svo sem ekkert að koma að notum í þessu dæmi vegna þess að við eigum bara að reikna tvær hliðar, hæðina á hlið A og hliðina C. Ég er búin að lita hæðina af A hérna grænu með daufum grænum lit og hliðina C hérna með daufum gulum lit. Við eigum sem sagt að finna þessa hæð hérna og ég get þá nýtt með þennan litla þríhyrning hérna sem er komin hérna hægra megin. Því í honum er 90 gráða horn sem þýðir að ég get notað Pýþagóras. Af hverju Pýþagóras? Jú, af því að ég veit tvær hliðar og get þá fundið þá þriðju. Setjum upp Pýþagóras. Byrjum að finna hæðina af A og setjum upp Pýþagóras. A í öðru pluss B í öðru jafnt og langhliðin C í öðru. Ég veit ekki aðra skammhliðina sem ég hef merkt A. Ég veit hina, hún er 10 og ég veit langhliðina, hún er 27. Setjum þessar tölur inn fyrir skammhliðið og fyrir langhliðina. Nú ég ætla að einangra æð, þá þarf ég að flytja 10 í öðru veldi yfir samansammerki og 10 í öðru veldi er 100. 27 í öðru veldi er 729, þannig að ég komin hérna með A í öðru veldi er jafnt á 729 mínus 100. Og klárum að reikna það út hérna hægra megin. A í öðru veldi er þá jafnt og 629. Ég ætla þá að losna við annað veldi hérna og gera þá kvadratrót hérna vinstra megin til að losna við annað veldið. En ef ég gera eitthvað öðru megin, þá er ég að gera sama hinum megin. Þannig að ég geri kvadratrót það líka. Ég fæ þú út að A-hliðin sem er hæðin af A er 25,08. Ég er þá komin með þessa hæð. Nú ætla ég að finna hliðina C sem ég hef merkt hérna með daufgulu og þá horfi ég á þennan þríhyrning B yfir í D og upp í hornið A og aftur yfir í B. Ég nota sem sagt þann þríhyrning. Það er 90 gráða horn í honum og ég veit tvær hliðar núna. Ég veit þessa hlið hér, hún er 40 og ég veit hæðina, hún er 25,08. Ég get þá nota Pýþagóras til þess að finna þessa daufgulu hlið og þessi hlið er langhliðin í þessum þríhyrning. Þannig að ég set upp Pýþagóras, A í öðru veldi pluss B í öðru veldi, skammhliðarnar, er jafnt og C í öðru veldi sem táknar langhlið. Setjum inn tölunar, 40 í öðru veldi pluss 25,08 í öðru veldi er jafnt og langhliðin í öðru veldi. Nú 40 í öðru veldi er 1600 og 25,08 í öðru veldi er 629. Legg það saman og fæ þá út að C í öðru veldi er jafnt og 2229. Ég þarf þá að losna við annað veldi hérna og gera þá kvadratrót hérna við hægra megin og ef ég gera það öðru megin þá þarf ég að gera sama hinu megin hérna vinstra megin. Ég fæ þá út að C er jafnt og 47,212.